Jæja kæra áhorfendur, Keflavík TV heilsar hérna á þessum sunnudegi. Úti er rigning, en það er bara fínt. Við ætlum að byrja að fara yfir byrjunarliðana. Við byrjum á lið gestana frá Akureyri. Það er Aron Birkir Stefánsson í markinu. Aðrir leikmenn eru Loftur Páll Eiríksson, Ólafur Aron Pétursson, Jónas Björgur Sigurbergsson, Sveinn Elías Jónsson, Jakob Snær Árnason, Jakob Frans Pálsson, Hermann Helgi Rúnarsson, Sigurður Marino Kristjánsson, Alvaro Montejo og Bjarki Þór Viðarsson. Byrjunarlið Keflavíkur er Sindri Kristinn Ólafsson í markinu, Anton Freyr Hauks Guðlaugsson, Iannaccio Herax, Davíð Snær Jóhannsson, Adam Ægir Pálsson, Sindri Þór Guðmundsson, Jósef Artur Gibbs, Rúnar Þór Sigurgeirsson, Frans Elvarsson fyrirliði, Helgi Þór Jónsson og Kían Williams. Varamenn liðana eru Andri Fannar Freysson, Ólafur Guðmundsson, Arseit Guðmundsson, Þröstur Ingi Smárason varamarkvörður, Dagur Ingi Valsson, Cesari Viktarovits og Ingimundur Aron Guðnason. Varamannabekkur Þórsara er Halldór Árni Þorgrímsson, varamarkvörður, Jóhann Helgi Hannesson, Guðni Sigþórsson, Isaro Abella Sanchez, Aðalgeir Axelsson, Elmar Þór Jónsson, Sölvi Sverrisson. Og þjálfarar liðana er Sigurður Ragnar Egilsson og Eysteinn Húni Hauksson þjálfa Keflavík, Ómar er aðstoðarþjálfari og svo er þjálfari Þórsara Páll Viðar Gíslason og Kristján Sigur Ólafsson hans aðstoðarmaður. Jakob Snær Árnason, 16, Jakob Frans Pálsson, 17, Hermann Helgi Rúnarsson, 19, Sigurður Marino Kristjánsson, 24, Alvaro Montejo, nr. 30, Bjarki Þór Viðarsson. Og varamenn fór eru Dómar Alexis er Gunnar Freyr Róbertsson og honum til aðstoðar er Óli Njáll Ingvarsson og Magnús Garðarsson. Elmar Þór Jónsson og Sölvi Sverrisson. Þjálfari liðsins Páll Viðar Gíslason. Keflvíkingar eru hérna dökkbláir og Þórsarar eru hvítir og rauðum stuttbuxum. Þórsarar byrja hérna með boltan og sækja í átt af Blúkarhöllinni og Keflavík sækir í átt að hringbrautinni. Númer 11, Adam Ægir Pálsson. Númer 16, Sindri Þór Guðmundsson. Keflvíkingarnar gerðu hérna jafntefli í síðasta leik í Grindavík 4-4 og síðasti heimileikur enda 2-1 fyrir Leikni, en það er að baki og Þórsarar eru okkar ansnægurir í dag. Og þá koma Þórsarar hérna, þeir spila tilbaka hérna. Þröstur Ingi Smárason, Dagur Ingi Valsson, Cesari Viktarovits, Ingimundur Aron Guðnason. Og þjálfari liðsins er Eysteinn Húni Hauksson og Sigurður. Koma Keflvíkingarnar, hvað gera þeir núna? Gibbs er með boltann og hann tekur skot, hann fer í varnarmann og ekkert verður úr því. Þá kemur Adam Ægir, þeir heimta hendi Þórsarar en fá hann ekki og Þórsarar koma hérna. Þórsarar hafa byrjað mótið mjög vel, nema þeir töpuðu síðasta leik á móti Vestra og Vestri hefur byrjað þessu til vel. Þeir unnu til að mynda áðan Þrótt Reykjavík sem er okkar næsti andstæður hérna í Keflavík, en þeir eru í Laugardal, sá leikur í Laugardalnum í næstu viku. En þá kemur Sindri hérna með langt útspark og Helgi fer upp í þetta en Gibbs eldir en Þórsarar eru undan í boltan og kemur boltanum tilbaka á Aron sem spyrnir frá. En góðu fréttina fyrir Keflavíkur það er að Kían og Frans Elvarsson eru aftur búin að jafna sig að meiðslum. En ég vil nota tækifærið hérna og senda kveðju á Sigurvin Hreinsson. Hann er nú staddur í Svíþjóð, nú býr það núna og viljum við óska honum bara velfarnaðar þar og hans fjölskyldu. Venni, ég elska þig. En þá koma Þórsarar með fyrstu hornspyrnu leiksins og Páll Viðar þjálfari Þórs, hann þjálfaði Magna í fyrra en tekur inn aftur við heimileiðinni Þór. En þá komur hornspyrnan og þeir ná skoti sem er fram hjá markinu.
koma markspinna frá marki Keflavíkur. Sindri sendir hann á Rúnar sem tekur vel á móti boltanum. En leikur Keflavíkur við Grindavík var ansi fjörugur. En þessi leikur fer svona nokkuð vel á stað hérna. En það leikir hérna, aðrir leikir hérna, leikur, með þetta sagt. Það IBF á Grindavík á sama tíma hérna, inn í Eyjum. En Vestri vann Þrótt 1-0 og Afturhring vann Leikni Fáskrúðsfirði 4-0 í dag. Þannig að það heimasigrar og vonandi halda heimasigurinn áfram að detta inn hérna í lengjudeildinni. Þá kemur Adam Ægir, hvað gerir Adam? Hann sér Rúnar koma einn og Rúnar með fyrirgjöfina og hún dettur fyrir markið. Það brotið hérna á Þórsarunum, slísalegt en það var ekkert mál. Það meiddist ekki neitt. Jú, hann eitthvað smávægilega meiddur en þetta vonandi ekkert alvarlegt. En hann sagði hann upp og bara áfram leikinn. Menn að reyna við boltan og svona og þetta bara hluti af leiknum. Þá koma Þórsarar, en Keflvíkingar snöggir og það nú yfirleitt þannig á Íslandi að það langbest að spila leiki á grasvöllum í rigningu. Þá þarf ekki að vöka völlin. En annars skilirinn bara nokkuð góð. Þá koma Þórsararinn þeir vinna boltan á miðsvæðinu en Keflvíkingarnir fá innkast. Það einhver boltastákar hérna, þannig að leikmennu þurfa sjálfur að ná í boltan. Það slatt af boltum út allt, þannig að það allt í góðu þar. En Keflvíkingarnir síðustu leiki þessa liða, þeir enduðu 2-0 fyrir Keflavík í Nettavellinum í fyrra og 0-0 á Akureyri. En þá koma Þórsarar í sókn og hvað gera núna og hann með skotið sem beint að Sindra sem þarf ekki annað með að grípa boltan og kemur snöggur út á Kían sem nær boltanum. Nei, hann hann ekki og Þórsarar fá innkast. Þá koma Þórsararnir hérna. Fransi eldir hann uppi en Þórsarinn nær þessu en sendingin ekki góð og Frans fær boltan hérna, sendur á Kían. Kían býður til aðstoð, fær hana frá Sindra Þór Guðmundsssyni og sendingin á Helgi nær boltanum en sendingin hans ekki nógu góð og Þórsarar vinna boltan strax og koma senna upp. Hann reynir að stakka snúningin en Keflvíkingarnir gera þetta vel og ná boltanum og þá kemur Davíð Snær, hann sendir fyrir markið en þar enginn og Þórsarar ná boltanum. Natsjón þessum. Hann nær að skalla hann tilbaka á Rúnar. Rúnar sem á vesinni Þórsarar að pressa vel. Og þá koma Keflvíkingarnir. Þessi lið svona álíka styrkleikum og ætla sér bæði upp en það vilja nú flest liðin hérna. IBF, Grindavík, Leiknir, Keflavík, Þór sem gera tilkall ásamt Grindavík. Þá koma Keflvíkingarnir í sókn en Þórsararnir komast fyrir en Keflvíkingarnir að halda pressin áfram. Og sendingin kemur Adam sem nær ekki til boltans en hann rangstæður. Hitastigið hérna úti nú nokkuð þægilegt líka þannig að rigningin bara svöl og allt í kútín.
kasta hitt út í það. Þá koma Keflvíkingarnir. Þá koma Þórsararnir með útspark. Þá koma Keflvíkingarnir með þennan boltan. Sindri Þór hérna, Joey Gibbs hérna, vinnur vel tilbaka og Natsjós kemur hérna, senda hann á Adam. Adam tekur gott sendingu fyrir teginn og fyrsta markið er komið! Fyrsta markið er komið! Og það er Kian Williams sýnist mér. 1-0, fín sending frá Adami. Það hvort að Adam hefði sett boltinn í markið, ég sá ekki alveg hvort að Kian hefði komið við hann ekki en 1-0. Það byrjar vel eftir 9 mínútna leik. Mark Keflavíkur skoraði leikmaður númer 11, Adam Ægir Pálsson. Þar hafið þið það, það er Adam Ægir sem átti skotið. 1-0. Þá koma Keflvíkingarnir hérna. Áttu einn off-leika á móti Leikni en það kemur fyrir að bestu bæjum að menn eiga ekki alltaf sína bestu leiki en gott lið svarar alltaf. Þá koma Þórsarar, staðráðnir í að svara fyrir sig. Sending fyrir markið en hún er ekki góð og Keflvíkingarnir eiga bara út spark. Adam Ægir að skora sitt. Ég held að hann sé að skora sitt 3. mark á tímabilinu. En það er einnig leikir í Pepsi Max-deildinni hérna í kvöld og það er Grótta og Ía í kvöld. Þá koma Keflvíkingarnir, Adam Ægir, hvað er hann að gera núna? Sendir hann á Davíð Snæ, hvað gerir Davíð? Sendir hann á Helga, hvað gerir Helgi? Hann er með skotið og það er rétt yfir markið. Og HK á Víking Reykjavík líka kortur yfir 7 þannig að það er nóg af fótbolti. Nóg fótbolti í dag. Þá koma Þórsarar með útspark. Ég vil meira af svona færum. Helst Keflavíkur megin. En þá koma Þórsarar með vonda sendingu út sem rattar út af og Rúnar tekur innkast. Gerir það strax. En Keflvíkingarnir hérna. Og Þórsarar koma hérna. Hérna eru bara leita á opnunum en Keflvíkingarnir eru fjölmenni tilbaka og verja sessi vel. Þá koma þær hérna. En þeir ná að stöðva Kian hérna í upplöpunni en þá koma þær hérna. Hvað gera þær núna? Hann kemur inn í teginn en Anton blokkar þetta og hornspinna þessi Þórsarar eiga. Spila frá Þórsarum þegar þeir eru að taka sína aðra hornspinnu.
Hortspinnan á tegin en beint í fangi á Sindra sem grípur auðveldlega og þá kemur Adam Ægir en Þórsara komast út af. Koma að reyna innkastið, Helgi elti þetta. En sendingin sem Þórsara eiga fara beint á Anton sem kemur á Sindra. Þá komið að reyna líka á Gibbs sendir inn á Kían sem sendir hann strax inn á teig en Þórsara koma þessu í innkast. Leikurinn byrja bara mjög vel og bæði lið staðir á nýja að skora mörk. Þá koma Þórsara að reyna hratt upphlaup og koma með sendinguna en Anton sparkar þessu út af. Það gerist núna en þeir taka innkastið. Koma að reyna Þórsara niður en Anton leystir þetta og sparkar þessu út af. Koma Þórsara niður og Sindri hreinsar frá. En Sindri Kristinn var kominn samt en þeir leysa þetta vel. Kemur innkastið en Þórsara taka þetta strax og þeir eru rangstæðir. Og Sindri kemur með boltan en Þórsarar vinna en Keflvíkingarnir vinna strax aftur og það er brotið á Helga sem fær aukaspyrnu á miðjum vallahelmingi Þórs. En við höfum ágætis spyrnumenn sem geta komið sinna teig. Það er nú ágætlega mætt hérna á völlinn. Þá koma flott skalli á markið og Aron verð þetta vel í markið Þórsara. Þarna mátti ekki miklu muna að Keflavík kæmi sinni í 2-0 en það var hornspyrna. Rúnar fær aðra tækifæri til að koma boltanum fyrir mark. Fín sending frá Rúnari sem Aron þarf að hafa alla við að verja. Það kemur hornspyrna frá Rúnari og hún er miðlungslág en hún fer í hliðarnetið á marki Þórsara og þeir eiga markspyrnu. Keflvíkingarnir hafa verið að fá færin, Þórsara hafa ekki átt eitthvað teljandi hættulegt færi hérna. En þá koma Þórsarar. Koma hérna að geysast upp kantinn og komður inn í teig, hvað gerist núna? Og þeir með sendingunum höfðu markið en þetta fer af Keflvíking og aftur fyrir endamörk og mér sýnist ykkur hafa meitt sig en við skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Þetta var Davíðsnær en hann er staðinn upp og það er mikið aðhlendingu.
Hornspinnan þá kemur hornspinna Þórsara og sendingin fyrir markið en það brotið á Sindra og hann fær aukaspinnu. Það rétt, hann hefði nú annars tekið þetta en snöggur Sindri að taka markspinnuna. Breytta reglur þannig að þeir mega senda hann innan vítateigs og spila þannig frá marki. Þá kemur Davíð Snær, hvað hann leitar að möguleikum, finnur möguleikan í Sindra Þór. Anton Freyr kemur á Davíð aftur. Davíð hefur möguleika í Adami Ægi og þá kemur Rúnar, hann hrasar en heldur áfram en sendingin bara í Þórsara og beint til markvörðarins aftur. Fínasta flæði í leiknum og dómarinn til þessa hefur bara leyft leiknum að fljóta vel. Hann ekkert að flauta á óþörfu. Men Þór Akureyri hefur verið á efri helmingi deildarinnar að hafa komist upp og með þess að eiga Evrópuleiki að baki og hafa bara verið að spila fáránlega vel. Héldu sér eitt tímabili upp í Pepsi-deildinni og verið með mjög gott lið. Þeir hafa komið sér upp, þá hefur Palli Gísla verið að þjálfa þá og hann tekið með þeim aftur og freistast að koma þeim upp aftur. En þá koma Keflvíkingarnir Rúnar sér möguleika í Helga en sendingin of löng og beint í fangi á markverði Þórsara. Það eru 2 lið á Akureyri, annað liðið Káa sem leikur í Pepsi Max-deildinni. Og væri gaman fyrir Akureyri að eiga 2 Pepsi Max-deildarlið. En hérna var nú brotið á Alvaro sýnist mér. En dómarinn ekkert að veifa spjöldum. Það er góðu lagi og en Þórsar að hreina Það kemur skotið en Sindri þarf ekki nema bara að grípa boltann og það brotið á Þórsara en Keflvíkingarnir eiga þá bara innkastið aftur, eiga þá bara boltann aftur. Staðan óbreytt í Eyjum. Haltar hérna Þórsarinn eftir Sindri kastaði boltanum á Rúnar. Rúnar hefur möguleika en hann hleypur bara sjálfur en sendir hann loks á Adamægi sem sendir fyrir markið og Aron kýlir þetta frá og Davíð nær boltanum og Keflavík á innkastið. Taka strax á Joey Gibbs, hvað gerir Joey Gibbs? Sendir fyrir markið en Þórsarar skalla frá. Þá komur Þórsarar. Hár bolti en Alvaro ýtir í baki á Antoni Frey og aukaspinna.
Þá koma Þórsarar, það brotið og þá aukaspyrna að færa smá hiti í þennan leik og ekki langt í að fyrsta spjaldi komið á loft. Alvaro ekki hamingjusamur sem maður á landinu núna. Vægast sagt brjálaður. Mér sýnir sem ekki ætla að spjalda neinum óþarfa. Jú, mér sýnir sem að það var spjaldað. Ég sagt ykkur eftir smá þegar það búið að koma inn í textilýsinguna. Þá kemur aukaspyrna Þórsara. Hvað gera þær í þessu? Og aukaspyrnan á markið og þá byrjið til Verslóna og Þórsara reyna að skalla en náði ekki en skotið framhjá markinu. Mátti ekki miklu muna að þeir myndi jafna þennan leik. Það er Sindri Þór Guðmundsson sem fekk gula spjaldið. Hún fór í þverslána alveg út við stöng og hefði boltinn farið á markið þá var það steinlegið. En skalli frá Helga en það var engin leikmaður Keflavíkur tilbúinn í þetta. En gaman að segja frá því að landsliðsfyrirliði Íslands uppalinn Þórsari. Aron Einar, landsliðsmaður. Voru Þórsarar ekkert lömb að leika sig við. Þetta grjóthart fólk. Og Rúnar öskraði eftir hreyfingu en Þórsarar eru vel vakandi hérna og alveg líklegir til að dæmir hann aukaspyrnu með sínt. Þetta var ekki mikið með hans Alvaro og vilja bara henda sig niður. Þá taka þær aðra aukaspyrnu og hvað kemur úr þessu? Þeir taka aukaspyrnuna og skotið í varnarmann Keflavíkur og aftur fyrir og með sýnist þetta að vera bara hornspyrna. Kemur hornspyrna Þórsara en Natsjó sparkar honum brúnum tegnum og Sigur Ragnar þjálfara. Það ekkert lát á rigningunni hérna. Þá koma Þórsarar hérna. Keflingarnir hreinsa frá og Joey Gibbs, hvað gerir hann? Leitar að möguleikum að finna hann í Helga. Kían tekur á sprett en hann ekki alveg nógu laus en þá kemur Helgi. Flikkar á Joey Gibbs sem skotið. Það vel varið af Aroni, markmanni Þórsara og Keflingar fá hornspyrnu. Sem Adam Ægir mun koma til að taka. Mér sýnir bekku Þórsara að vera að nasla á jafnla nammið hérna. En það kemur hornspyrna Adams. Adam kemur hornspyrna og Þórsara skalla frá. Davíð Snær kemur út á kant, sendir fyrir markið og skallið 2-0! 2-0 takk fyrir! Þeir eru komnir 2-0 að Helgi Þór sem að skora annað markið í þessum leik. Ég sá það skýrt og greinilega.
0 og 28 mínútur. Það sem ég er að segja, það rosaleg orka í liðinu og Mark Keflavíkur skoraði leikmaður númer 44, Helgi Þór Jónsson. Helgi Þór búinn að skora í síðustu 3 leikjum. Ef við tökum leiktiltæki frá. Ég er með fréttir úr Eyjum, það staðan 1-0 fyrir Grindavík. Skyldi þó ekki vera að Eyjamenn töpuðu sínum fyrsta leik á móti Grindavík. Suðurnesjaliðið, já. En Eyjamenn leika við það lið sem Keflavík leikur við fyrst og eiga þeir Þórsara á Akureyri næst. Og með Keflavík fer í heimsókn til Þróttara. En Þórsara eiga hennar bolta. Nei, Keflavík á hann. Mér sýndist hann fara af kefningu út af en dómarinn gefur Keflavík innkastið. En Adam rænir boltanum að Þórsurum og kemur tilbaka á Fransa. Og hvað gerist núna? En Keflingarnir senda en eiga innkastið. Keflingarnir að spila hann leik frábærlega. Davíðina nær boltanum. En Rúnar nær ekki alveg að hlaupa hennar bolt uppi en það skiptir ekki öllu máli. Það verið brotið á Rúnari sem hann næst í dottinn aftur fyrir sig en brotið á Þórsara og mér sýnist dómarinn að gult á Frans. Þórsarar eru mjög ánægðir með þetta í stúkunni. Ég geti trúað því að Akureyringar eru með marga stuðningsmennina með sér. Einhverjir hafa komið frá Akureyri, kannski einhverjir uppaldir Akureyringar sem búa í Reykjavík eða eitthvað en það gott að sjá þetta. Frans meiddur sýnist mér. Já, mér sýnist Frans Elvason hafa bara fengið beint rautt spjald og eru þá Keflvíkingarnir einu manni færri. Ég ekki alveg viss fyrir hvað en mér sýnist þess að bara rífa hann niður. En Frans alltaf raukinn í klefa og vægast sagt ósáttur. Ekki alveg að fatta hann var að fá sitt annað gula spjald. Ekki alveg að skilja því líka en þá Keflvíkingarnir alltaf einu manni færri en mér sýndist Sindri að fengi gulspjaldi áðan en ég held að það þá verið Frans þá. Og koma
Skotið og hann verður þetta vel og hornspyrna sem Keflavík fær. Þá kemur skalli en Keflvíkingarnir fá aðra hornspyrnu. En þá kemur Adam með hornspyrnuna. Þá kemur skalli og hvað gerist núna? Þórsarar bjarga. En já, það er lítið þess að gera en þá er enginn góður spjald hjá Keflavík og Keflavík má ekki vera að taka neinar óþarfa áhættur á að fá spjöldina. En þá koma Þórsararnir, þeir eru manni fleiri. En mér sýnist Keflavík ekkert hafa að vera að brotna neitt svakalega við brotið en heimskulegt hjá Frans enga síður en hann er alltaf bara miðjumaður. Það hefði verið verra að missa varnarmann út af en alltaf vant að missa menn. Þá koma það er alltaf góða 10 mínútur til hálfleiks þannig að það er áfram gakk. Þá koma Þórsararnir. Sendingin er ekki góð og fer bara út af. Og Keflvíkingar eiga innkastið. Það kemur. En Keflvíkingar eiga þetta. Þá koma þeir Keflvíkingar halda áfram pressunni en Aron Birkir nær þessu. Koma Þórsarar, finna enga opnunirina í Keflavíkurvörninni. Þá koma Þórsarar en Keflvíkingarnir vinna þetta. Og þá er Sindri Kristján í fyrirliði. Kían L hleypur úr sér lungun, heldur boltanum. Hvað gerir hann núna? Hann sendir á Davíð. Og það er vel gert á Davíð Snæ sem nær ekki að halda honum inn á. Spurning hvernig Húni og Siggi leggja sinni hálfleikinn upp þar sem þessi staða kom upp. En mér finnst Þórsarar bara ekki hafa verið neitt nógu góðir hérna. Þá kom
koma Þórsarar en Adam Ægir fleygir sig fyrir boltan en Þórsarar það með boltan. Og þá koma að reyna að setja ykkur fyrir markið en Keflvíkingarnir eru grimmir í varnarna og sendingin hjá Adam Ægi bara fór út á engan. Þá Þórsarar þá að láta bolta ganga. En Þórsarar hafa verið aðeins að hressast en Keflavík hefur svör. Keflvíkingar eiga boltan. Þá koma Keflvíkingar en boltinn er bara rifinn af þeim og Þórsarar koma þá í sókn. Keflvíkingar Þórsararmenn eru með boltan. Sindri kemur og lætur vel vita af sér. Og þá koma Keflvíkingarnir Davíð Snær, Helgi, nei, Þórsararnir vinna boltan. Þórsarar eiga innkastið og boltinn kemur og Keflvíkingar Nacho hreinsar bara í horn. Það yrði agalegt að Þórsarar myndi minnka muninn. Því þannig spjöld eða þannig mörk gefa oft liðum algjöra líflínu. Þá kemur hotspinnu þeirra en Keflvíkingar hreinsar frá og það dæmt á Þórsarar í teignum. Það nú brotið á Kían og Keflvíkingarnir eru bara ekki sáttir og áhorfendurnir eru bara brjálaðir, þeir vilja fá spjald. Ómar var annað línuvörður þurftum var róa hann aðeins niður. En ég sá ekki alveg hvað gerðist en það kemur spyrna frá Sindra en
Það að færa smá hit í þetta. Það gefur bara góð fyrirheit. Það kemur skot frá Þórsara en það fer en kepingarnir hreinsa frá en Þórsara fá boltan aftur og Rúnar nær ekki að sparka í boltan og sending fyrir markið og Þórsara með skotið en það fer í varnarmál og aftur fyrir endamörk. Þá komur Þórsara með skalla og kepingarnir bjarga frá og ná boltanum og senda hann á Adam sem tekur vel á móti boltanum. Syndir þá Guðmundsson með honum, hann notar hann ekki. Þórsara komið tilbaka og sendingin ekki nógu góð. Þannig að fóru illa með gott tækifæri. Það nokkrar mínútur, það að koma á 45 mínúta og þá kemur sendingin fyrir markið en hún fer ekki. Það ekki fyrir þar sem Þórsara komast fyrir þetta og á boltanum. Kepingarnir með sendinguna en þar enginn og Þórsara fá innkast. Adam nær boltanum en það var vel gert og það brotið á honum og kepingarnir heimta spjald núna við hvert tækifæri. Hann hefur lent illan Adam Ægir en Adam virðist í lagi. Það fær hann að blátt power að drekka. Svo heldur hann væntanlega bara áfram. Þarf að fara frá út af og svo fær hann bara leyfi til að koma inn aftur. Aukaspyrnan bara skelfileg og fyrir að flauta til leiksloka og kepingarnir skora og eru ekki hamingjusamir. Þetta náttúrulega bara einhver þvæla. Hann tekur sendinguna inn á teig og boltinn fyrir markið og þetta að mínu mati ætti að fá að standa. En staðan 2-0 og við sjáumst eftir korter.
Jæja, við erum komin aftur. Það seinni 55 mínúturnar. Og Keflingarnir byrja með boltan og leikja átt á Brúhöllinni í seinni hálfleik og Þórsarar að 8 hringbrautinni. Þá spurning að sjá hvað heimamenn gera. Mér sýnist enga breytingar hafa verið gerðar. Fín pressa en meðan Keflingarnir þá koma Keflingarnir með færi en það er rang stæða á þetta. En það er 45 mínútur og Þórsarar munu gera allt sem þið geta til að ná góðu leiknum. Þá koma þeir hérna. Þórsararnir koma hérna. Komur boltinn en það gerist ekkert og Þórsarar fá hérna innkast en mér sýndist þeir eiginlega bara ýta í Natsost. Þá komum með innkastið. Þá koma þeir hérna líka tilbaka. Keflingarnir eru hérna vel vakandi hérna en sendingin er bara út af hjá Þórsurum og Keflingarnir eiga útspark. Þjálfarnir hafa fengið smá tíma til að skipuleggja liðið aftur. Koma hérna en Kían vinnur boltan. Joe Gibson að fæ boltan og Sindri Þór. Og þá koma hérna. Hvað gera það núna og þeir senda henni í tegin og það er engin ástæða og Sindri ver en það er dæmd vítaspyrna. Ég er ekki alveg að fatta þetta. Og það spjaldar Anton Frey. Og Sindri varði skotið en ég er ekki alveg að skilja þetta. Þórsarar að fá vítaspyrnu og geta þá komið sér inn í leikinn. Þá er Alveiro að fara að gefa sér kláran að taka þessa vítaspyrnu. Dómarinn gefur merki að hann megi taka spyrnuna og Sindri en hann er ekki að verja þetta og Þórsarar að minnka muninn. Keflavík 2 og Þór er búinn að minnka muninni. Þórsarar skoraði leikmann númer 24, Alvaro Monteo. Og Keflingarnir eru ekki sáttir. Hvað er nú verður þessi leikur aðeins áhugaverðari og Þórsarar munu ef allt er eðlilegt gefa sig 100% í þetta verkefni núna og þá þá er dæmt á Gibson ekki alveg að skilja þetta. Þá koma þeir hérna Þórsarar en Natsjó er nú rifið í hann en bolti fyrir aftur fyrir. En leik Grótt og Ía hófst bara fyrir 4 mínútum og Ía er strax komið yfir.
Þá koma en Þórsararnir brjóta Helga. Þá koma aukaspyrna á Keflvíkingar með Þórsarar skalla frá. Keflvíkingarnir halda flestir gangandi en ekki mikið lengur. Þá koma Þórsararna kloppi á Rúnar en Keflvíkingarnir vinna boltan. Þórsararna Þórsarar fá innkastið. Þá koma Þórsararnir en Þórsarar vilja broti, fá það ekki. Sjá hvað gerir Joey núna, hann snýr en sendingin er ekki góð og það fær hann aftur. Kían fær boltan hérna. Það finnur Sindaþór sem reynir að senda hann á Helga en Þórsarar að komast í boltan en Adam nægir honum ekki og Þórsarar að fá innkastið. Koma Þórsarar hérna. Það reynir á karakter Keflavíkurliðsins hérna. Hvort einu á að standa af sér Þórsararna en sendingin fyrir markið á þeim endar í fangin á Sindra sem grípur vel inn í. Staðan er ennþá sjá, það er ennþá 1-0 fyrir Grindavík í Vestmannaeyjum. Og þetta eru leikir sem skipta miklu máli hérna. Það gera núna Keflvíkingarnir, þeir koma sinna senda fyrir markið en þetta er beint í fangi á Aroni sem í markið Þórsarar sem grípur þetta. Keflvíkingar mega ekki gera of mikið þennan til að verða að halda Þórsörum við efnið þannig að þetta verði ekki erfitt en þá koma Þórsararnir. Þeir vinna vel að brotið á Gibbs en dómarinn dæmir ekkert á þetta. Koma Þórsarar en Davíðsson hreinsar þetta frá. Koma Þórsarar með hornspyrnuna, hún er inn á teiginn, Keflvíkingarnir að hreinsa frá. Hár bolti en þetta hreinsa Kían frá og Helgi kemur þessu frá. Helgi vinnur vel tilbaka og koma hérna. Þórsarar með skoti og það Sindri fer þetta glæsilega og hann ver aftur. Geðveik skot og Sindri ver þetta í. Það varði í slána og
og varði síðan frákastið. Vel gert hjá Sindra Kristni. Og Þórsar taka við sér í stúkunni. Þá koma Þórsara með hornspyrnuna, Nacho skalla frá og Keflvíkingarnir ná ekki alveg til boltans og Þórsarar með sendinguna fyrir markið og það fer rétt yfir markið. Þórsarar eru fannir að banka hressilega á dyrnar hérna. Þá kemur hornspyrnan inn á teiginn og Keflvíkingarnir heilsast það frá en Þórsarar halda pressunni gangandi hérna. En boltinn er út á Keflavík boltan og geta þá reynt að aðeins að létta pressunni. En Keflvíkingar á innkastið og þeir reyna að taka sér tíma í þetta. Innkastið og Keflvíkingar ná að halda boltanum. Og senda tilbaka á Sindra sem þurfum að fá marki og Helgi nær boltanum, kemur á Gibbs. En Þórsarar skalla frá. Þórsarar eru hérna ennþá með boltan og Sindri Þór nær að skalla hann að Kían. Og þá koma Keflvíkingarnir. Góða bolta á Gibbs sem er dettur. Og Þórsarar koma hérna. En aðstoðarþjálfari Þórsara hennar stendur og er að hveita sitt lið áfram en Eysteinn og Siggi eru hérna að hugsa hvernig þeir geta breytt og lagað. Þá kemur Sindri að bíða eftir að Nacho er búinn að reima skóna og hann er búinn að það núna og þá getur hann halda áfram. Gibbs nær honum en skalla til Kían sem kemur og tekur mjög boltanum. Hvað gerir það núna? Sendir á Helga. Helgi tekur góða kloppa og að brotið að detti síðan en það er ekki dæmt á þetta. En Sindri Þór nær boltanum og Þórsarar koma með boltan tilbaka og þeir ná honum ekki og Nacho er henni í kapphlaupi og Þórsarar eiga boltan. Þá koma þeir hérna fínasta. Þeir vilja aukaspyrnu og þeir fá hana. Það virðist bara hverskis þeir öskra að fá þeir boltan og þeir spjalda hérna Kían fyrir brotið og
Þá kemur aukaspinnan frá kantinum meðan Keflvíkingarnir hreinsa frá. Þórsarar liggja vel á Keflavíkurliðinu en þeir fá hann á hornspyrnu. Þá kemur hornspyrnan og þeir ná að koma sér frá Keflvíkingarnir og skotið hátt yfir markið og endar út í tréna fyrir aftan markið. Kemur markspyrna frá marki Keflavíkur. Þá kemur markspyrna frá Sindra og hann langur bolti frá Sindra en það brotið á Gibbs og Keflvíkingar fá inn aukaspyrnu og að mér mætti dómarinn alveg fara að spjalda Þórsarann og hann gerir það loksins, fyrsta spjald Þórsara í leiknum og bara mikið var að það kom. Og þá kemur aukaspinnan og það gerir núna og þá kemur aukaspinnan og það er skotið! Skotið! Þverslána takk! Nei! Mátt ekki miklu muna! Það hefði verið svo gott fyrir Keflavík að fá þriðja markið. Jesús almáttugur. Og þá koma Þórsarar aftur. Þá koma Keflvíkingar núna. Þeir eru nú aðeins farnir að hressa sig aðeins hérna. Þórsarar hafa eiginlega bara tekið yfir hérna í seinni hálfleik. Kemur sending fyrir markið og Sindri missir af boltanum og svo sem betur fer þá voru Keflvíkingarnir vakandi fyrir aftan hann og ná að koma þessu hornspyrnu. Hvað gera Þórsarar núna? Þeir taka hornspyrnuna og Keflvíkingarnir skalla frá. Keflvíkingarnir koma boltan á Þórsarar, fá boltan í sig og Kían lætur Keflvíkingarnir fá boltan, nei Þórsararnir fá boltan meni ég. Það gerist núna og hann er með sendinguna inn í teig en skalli Þórsara beint í fangi á Sindra sem grípur þetta. Það koma Sindri tekur sér tíma og þrumar síðan boltanum út. Og fín pressa. Koma Þórsararnir.
Koma henni með sendinguna og Sindri lætur bolta fara. Og koma Þórsara með hornspyrnu. Þórsara með skalla en Sindri kasta sér á þetta og Þórsara gera hann á tvöfalda skiptingu. Harðasti maður Jóhann Helgi Raggi sem klárar að koma inn á hérna og Guðni að koma inn að líka hjá Þórsurum og Jóhann Helgi nú sóknarmaður þannig að það verður Þeir eru að setja inn allavega Jóhann Helgi sóknarmaður og góður í loftinu. Þórsar gerir tvöfalda breytingu út af leikmann nr. 10 Sveinn Elías Jónsson, leikmann nr. 17 Hermann Helgi Rúnarsson og út af leikmann nr. 9 Jóhann Helgi Hannesson. Kom inn á Jóhann Helgi Hannesson og nr. 15 Guðni Sigþórsson. Þá koma Þórsarar og það kemur sér einhverju markið og Keflvíkingarnir koma þessu hornspyrnu. Það eru tæpa 23 mínútur eftir á þessum leik og það væri bara óskandi að Keflavík geti lifað þetta af og Þórsar koma inn að Keflavík heldur boltanum, eða Þórsar halda boltanum og svo skifir skotið sem er bara hátt yfir markið. Það fyndið að fyrirlabban Þórsara er ennþá á handleggnum á Sveini en hann ætlar ekki að láta það að hendi. Það er spilning hérna Keflavík sé að ég hafa ekki að skiptingu. Þá Þórsarar reyna að fiska aðra vínsmenni Þórsarar en dómarinn er ekkert að samt að taka fram hérna að eins og staðan er núna þá er Keflavík í 3. sæti lengjadeildarinnar og Fram og IBVF eru í 1. og 2. Þannig að staðan er bara, en það er að koma, það er búið að breyta staðan í Eyjum. Þar er Jón Ingarsson að jafna leikinn fyrir Eyjamenn og Grótta er að tapa 3-0 fyrir Skaganum. Það er einhver ásláttarviktir.
Þórsarar heimta hennar spjöld og þeir henda sér hennar niður og dómar hefur engan húmor fyrir þessu og Keflvíkingarnir tapa boltanum og Þórsarar er nú staðin upp. Dómar var ekkert að stöðva leikinn. Þá koma Þórsarar en sendingin þeir í Keflvíkingu áttu fyrir endamörk og mér sýnist Ingimundur hérna að vera að skokka til leiks. Þá kemur hornspyrna Þórsara og Natsjó skanda frá. Sendingin en Keflvíkingarnir eru fyrir og Þórsarar fá innkast og þeir koma með fyrirgjöfina en Sindri Kristinn vandræðavaxinn og grípur þetta. Það er blautt grasið og auðvelt fyrir þá að brotið á Nats, Kían og þeir fá aukaspyrnu og Þórsarar eru ekki sáttir. Og hvað gerir Adam Ægir? Hann er gefinn inn að teygja, hann er með boltan og Þórsarar gefa hornspyrnu. Fínasta sókn aðgerð hjá Keflavík en Ingimundur Aron Guðnason er að gera sig kláran að koma inn á og Þórsarar er einnig að íhuga skiptingu. Það kemur hornspyrnan og skalli og rétt fram hjá markinu. Nei, ekki fram hjá, þetta fer. Það er svo mikið spennið í leiknum að sjúkrabíllinn er farin af stað eða lögreglan. Þá koma Þórsarar í hraðsókn. Hann rennur Þórsarar en heldur boltanum og Keflvíkingarnir reyna að forsa því að gera mistök. Þórsarar ennþá með boltan. Sendingi fyrir markið og þetta er bara aftur fyrir endamörk og þá gera Keflvíkingar og Þórsarar skiptingu. Það er það númer 8 hjá Þórsurum, það verður Jónas Björgvin og Isar og Abella Sanchez kemur inn á og Adam Ægir að koma út af fyrir Ingimund. Þannig að það er varnarlið. Út af leikmannum 11, Adam Ægir Pálsson og inn kemur leikmannum 28, Ingimundur Aron Guðnason. Þá koma Þórsarar hérna, nei Keflvíkingarnir hérna með útspark og Keflvíkingarnir reyna að, þeir ná boltanum Helgi nær honum og sendur hann á Ingimund sem finnur Sindra Þór og þá koma Þórsarar hérna.
Og koma hérna. Koma Keflvíkingar en að geta sótt hratt. Gera það ekki og að bolti fyrir út af. Það tæft kortið til leiksloka hérna og Keflvíkingar eru dyggir að stuttir hérna. Flott á Keflvíkunum vinna boltan og koma hérna hratt. Þórsarar komast við þetta og kröftug byrjun Keflavíkur. Kröftug byrjun Keflavíkur á þessum leik. En þess vegna við erum með þá yfir og mér sýnist þeir vera bara að lifa þetta nokkuð hérna vel af. En staðan er það svo sami í Eyjum 1-1 og Gróttin ennþá að vinna. Fín pressa Keflvíkingarna, þeir ná svo sem að þess að halda boltan minna síns liðs og með að það er þá er allir vegi færir. Þá koma Keflvíkingar. Góð pressa hjá heimamönnum og þá komur flottur bolti. Hvað gerist núna? Það kom henni á tegin og með skotið og skotið og vel varið hjá Þórsurum og Natsjó en að reyna að selja sig. Koma Þórsurum með langa bolta. Jóhann nær boltanum með Sindri, kemur þessu frá í augnablik og Þórsarar koma með fyrirgjöfina og skalli og hvað gerist núna? Sindri fer aftur en hann var rangstæður. Sindri er búinn að bjarga nokkuð vel í þessum leik. Það er 12 mínútur eftir og ef einhverju stuðningsmenn sem eru á vellinum að fylgjast með þá vil ég heyra í þeim hvetja liðið áfram út leikinn og þá kemur Helgi. Hvað gerir Helgi? En Þórsarar komið sér innkast og fínasta. Þórsarar eru að flýta sér og Keflvíkingar eru að reyna að tefja bara. Halda fengnum flut og það væri bara fínt. Það kemur sending fyrir, hvað gerir þið núna? Hann er að snúa og sendingin en þar er enginn nema Kían eldir þetta. Nær boltanum, vel gert hjá Kían. Kían sendir hann á Helga sem er pressaður og Þórsarar að vinna boltan. Þá koma Þórsarar reyna. Sending fyrir markið og Þórsarar ná, það var enginn í tegnum til að berjast um þetta. En staðan voru 4-0 fyrir Ía. Það er búið að kippa Gróttu vel niður á jörðina eftir síðustu 2 leiki.
þá koma Þórsarar að kasta sér tilbaka á markvörðinn sinn. Þeir keflingarnir bara búin að parkera á gömlu góðu rútunni í tegnum sínum. Og sér fyrir markið og Rúnar bjargar. Flottur bolti og flott skipting út á Sindra Þór sem boltanum og kemur tilbaka á Anton Frey sem sendir á Ingimund. Flottur bolti, Rúnar kemur. Hann kemur inn á teiginn. Hvað gerir hann? Sendir svo fyrir markið en Þórsarar eru fyrir og bolti fyrir í dómaran og stuðnismenn með Keflavíkur eru bara ekki nóg ánægðir með þetta. Anna dæmir hann á Nacho. Það biður hann afsökunar og hann spjaldar Nacho hérna. 5. spjaldi sem Keflavík fær á sig í þessum leik. Á móti einu spjaldi Þórsara. En dómarinn hefði alveg getað verið sanngjarn í spjöldunum í þessum leik. En ég get staðfest að hér að Ásvaldur Bjarnason, stuðningsmaður Keflavíkur, hann er bara langt í frá að vera sáttur. Kían er að koma hérna út af. Og boltinn endar hjá Sindra Kristni. Og þá já. Ég get staðfest að hér að Kían var að fá sitt annað gula spjald í leiknum og hann er komin út af. Alveg óþolandi hérna, ef ég mætti tala eins og Jóhannes Karl þjálfari Skagamanna. Alveg rosalegt hvað, en dómarinn hefði átt að dæma dómarakastina þegar boltinn fór í dómarann í áðan, en Keflavíkarnir eru 2 manni færri hérna og það er dálítið eftir og Þórsarar geta náð stígunum hérna. Það væri ekki gott, en vonandi að Keflavíkarnir bara þétti bara og þeir ná sendingunni en Keflavíkarnir hreinsa frá. Það var bæði Kían og Fransi komnir út á og þeir voru meiddir fyrir og voru að koma aftur tilbaka núna og voru báðir komnir þá í einsleik spann. Þá koma Þórsararna með sendinguna fyrir markið en Keflavíkarnir hreinsa frá í augnablikinu og sendingin aftur fyrir markið og beint í fangja Sindra Kristni. Og ég held að ef ég ætti að gefa strákunum mínum smá ráð þá myndi ég gefa þeim það ráð að tefja eins mikið og þau geta. Og Sindri með langt út sparka en það fer enginn upp í þetta.
Koma Þórsarar hérna aftur. Þeir láta bolta ganga og kemur sending fyrir markið og Keflavík næri sig í hornspyrnu hérna. Kemur sending fyrir markið og Keflvíkingarnir skalla aftur frá. Það eru 4 mínútur eftir, við lifum þetta af. Það kemur núna að koma Keflvíkingarnir aftur og það er hornspyrna aftur. Við sending fyrir markið aftur, hornspyrnan er komin að teginu og Sindri grípur þetta vel. Þórsarar eru aftur að koma í sókn og Keflvíkingarnir skila sér allir tilbaka og koma Þórsarar með skotið rétt fram hjá markinu. Það mátti ekki miklu muna. Það sýnum sem Þórsarar verður að gera aftur breytingu. Þá kemur boltinn frá Sindra og það er ýtt í Helga og þeir Þórsarar halda áfram að spila sig í gegn hérna en það gera Þórsarar núna. Þeir koma með sendinguna og það kemur sending fyrir markið og aftur koma Keflvíkingarnir frá og það er brotið en á Davíðssyni sem er og Keflvíkingarnir hreinsa frá aftur. Þetta gengur, það er 2 mínútur eftir. Sending fyrir markið og skot í Keflavík og þeir hreinsa aftur í horn. Það er markspyrna sem Keflavík á. Það gera Þórsarar skiptingu aftur. Það er síðan skiptingu af þessum leik. Nacho er með krampa hérna, sýnist mér. Leikmannum 16, Jakob Frans Pálsson, kemur leikmannum 29, Sölvi Sverrisson. Nacho er nú staðinn upp. Þá er 90 mínútur komnar á klukkuna. Og koma Keflvíkingar. Það er brot á Keflavík og þeir fá hérna. Það mætti nú alveg fara að spjalda hérna. Já, hann gerir það. Annað spjald sem Þórsarar fá í þessum leik. Áhorfenda fjöldi dagsins í dag er 420 og við viljum minna allir sem mæta á heimaleiki Keflavík í sumar geta farið niður á Kef Hótel fyrir frían bjór. Maður leiksins í dag fær út að borða fyrir 2 á Kef restaurant og í dag er það
leikmaður nummer 1, Sindri Kristinn Ólafsson. Sindri Kristinn er maður leiksins og á það bara fyllilega skilið. Bara, hann er búinn að vera flottur og Rúnar með skot og það fyrir út af og þá er bara að bakka aftur og halda áfram að berjast hérna. Þriði leikur sem við erum með í beinni hérna úr Kattaboltanum. Í síðasti heimaleikurinn okkar var sýndur á Stöðu Sport. En þá koma Þórsarar og þeir eru með skot og það fer í varnarmann og aftur fyrir. Keflavík þarf að lifa þetta af. Þeir eru mjög nálægt þessu. Þá koma Keflvíkingarnir eða Þórsarar með hornið. Og sendingin kemur og þeir ná skallanum að hann er bara út af og Keflavík á markspinnu. Ef ég mætti eina ósk myndi óska þess að dómarinn myndi flauta hann að leika af. Hann má bara fara að flauta þetta af. Ég get ekki öllu meira á svo hann rekur Sindra en áfram í að sparka út. Enda liggur hann ekkert á Sindri, haldur bara áfram. Og hann kemur markspyrnan og hann neglir hann út. Já, maður fara að flauta af. Og þeir skalla Þórsarar, halda áfram pressunni og Rúnar nær að tefja og nær að vinna boltan að brota á honum, hann fær aukaspyrnu. Já, þeir halda áfram. Og svo taka aukaspyrnu og þá má hann bara flauta þetta af. Takk! Erum við að ná 3 stigum hérna með næstu í allt á mót okkur. Sindri hendist bara í markið aftur og þá kemur aukaspyrnan. Maður fyrir að flauta þetta af, drengur. Og Þórsarar skalla frá og einhverjum vilja fá brota en dómarinn lætur boltann að áfram. Sindri skallar í burtu. Vel gert svo Sindra, hann er eittina. Hvað ætlar hann að gera? Sindri, hlaupa að brotið á honum. Já, dæmdu bara á þetta, vel gert. Meðan Keflavík með boltann getur Þór ekki skorað mark. Takk fyrir. Ég er alveg geimi í 3 stiga hérna. Loka sér að helgi. Þá kemur markspyrnan sem Þórsarar eiga. Hann má bara fara að flauta þetta af, takk. Það er 4 mínútur komnar fram með uppbótartíma. Hvað gerist núna? Alvaro fer á Sindra. Sindri þeir fylgja honum og þeir setja fyrir markið. Þórsararnir klúðra og flauta til leiksloka. Keflavík vinnur þennan leik. Ég heiti Konráð Ólafur Eysteinsson og ég þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir.